Komið sælir áhorfendur góðir. Við erum hér á Ragnarsmótinu Selfossi. Bara fylgja eftir maraþondeginum hér á Sport TV. Við farið verður 5. sætið hér núna í hádeginu sem ægjast við Valur og FH. Klukkan 2 Fram á HK og svo klukkan 4 úrslitaleikur HK og Selfoss. Sjáum hér markmenn í sínum rauðu búningum. Arnar Guðmundsson hérna getur líklega með skot í stönginu. Drápa byrjun á leiknum. Mitt með örugt í hornið á þessum unga strák. Það er að FH gerir sínum bláu búningum í sinni fyrstu sókn. Vantar vöga leikmönnum í bæði lið. Það myndi öllu hérna verið í byrjunarliðinu. Það er Gunnar Harðarsson heldur vel finna fyrir sér hérna. Bogi Eggertsson Bóðarssonar reyndi að laga sér í vörðina. Ásbjörn og Bogi. Gunnar reyðist ekki verið hann í miðri vörninu og börjar hressilega frá sér á svolítið kjúklingi finna þessu riði. Hermann og Ásbjörn spila hérna og Ásbjörn með skotið og jafnametin 1-1 það bil sem að höndin hjá Jóni Kalli Björnssoni kom upp. Sem að fannar nýrleikmar Vals, annar nýrleikmar hérna niður á horninu sem þið sjáðu vantarlega ekki mynd fyrir stúkunni hérna. Finnur Ingi. Gróftumæður Stefánsson. Það er Anton. Komið hérna í sóknarleikinn. Valdimar skýrir leiknum á miðinni. Arnar. Anton. Og hann finnur Gunnar og hann skorar. Það er svona koma valið 2-1. Eins og þið sjáuð á þessari glæsilegu stöðutöflu okkar. Sjónvarpsstjórinn Símundur Páll Lárusson og það galdrar fram með okkur einstakann hátt. Ásbjörn, það er alltaf að spila hann. Það er mikil ábyrgð á honum hér í sóknarleiknum hjá FH þegar það vantar Ólafnafn 2 Örninga, Ara Þorgeirsson og sjálfsögðu Lóa Geirsson. Þó er að æfa fullu og er allir að koma til sig. Ég þarf að vera til með það frá mér.
Og þetta fyrir finning á Hólmar ver frá honum. Hólmar að verja fyrsta skoti í þessum leik. Og með það á spjöld. Jájá, Ingvar svarar. Ingvar Gunnarsson í markinu sem að Hlynur Mortens. Það er einhver smávægileg meiðsl að stríða á. Það er boltinn tæmdur að Valdimar sem vildi láta þurrka boltan. F.A. vil ekkert láta þurrka hann, skora bara. Benedikt Kristjánsson. Kemur F.A. mjög í físingi til leiknum 2-3. Það er boltinn blautur og Dolly gælu að fatta það þarna. Það er bara skref með leikleysu. Valdimar kom eins og fyrstur eftir að vita frá HK var valinn besti leikmaður síðustu tímabil í deildinni. Hjálpa valsmönnum verulega sem að misstu haugaleikmönnum fyrir tímabilið eins og flestin liðin í deildinni. Kerfið finnur engin leysir, Anton leitar á honum, vel varist þarna hjá Sigurgeiri Árna og F.A. gæti fljótur upp, Þorkell finnur Benedikt og hann skorar 2-4 F.A. vinn. Þess vegna viltist með þessu í gær sjá F.A. að byrja mjög vel í leiknum á móti Selfossi og voru einhverjum mörkum yfir í hálfleik, einhverjum 4-5 í mannrétt og en mistu enda fljótt niður í seinni hálfleik. Valdimar finnur ekki leysir aftur eins og áðan, Arnar upp, komið 13 yfir. Komið að fáðirnir í seinni bylginu og stoppa það enda strax. Skipta hér hálfur liðin út af og já, Bogi reynir að fylgja Arnar sem að nær að stoppa hann. Spurning það að komast í skotfæri. Sex og hálf mínúta liðin á leiknum, staðan 2-4 F.A. vil sem með boltan. Hermann, Bogi, Hermann aftur. Já, það strafnar ykkur að neða valsmönnum. Engar opnanir þessu kerfi. Fyrirvændi samverðinni hjá Val, Allir Rúnar og Gunnar Harðarsson eitthvað að eigast við þarna á línunni og ætli sagt að það er að setja málbónum eitthvað óþarlega. Það er áspjöld, opnast allt fyrir hann og skora sér þriðja mark. 7-5. Réttefnilega mánuður í að netdeildin hefðist og þetta og liðin sem er búin að æfa í þó nokkra stund á margar þetta á svona byrjunum undirbúningstímabilinu svona, loka sprettinum undirbúningstímabilinu þetta regnarsmót hverja einustu helgi fram á móti verður æfingamóti eitthvað staðar. Já, Pálmaður hér á finninga liðin eru náttúrulega ekki sem bestu spilaðingu og Ísverði flestara Hafsvík Árni Ægisson byrjaði sér hérna í sóknuna og skorar og kemur að fá 4 mörkum yfir, 2-6. Þetta er aðeins 8 mínúna leik. Já, sem ég var að reyna að segja, liðin ekki mikill í spilaðingu sem kannski fyrir eitthvað þunguprógrami þannig að kannski ekki mikið að marka þetta mót. Það er samt gaman að sjá hver liðin standa ákvörð núna.
Það sé kannski fyrir eitthvað breytingar fyrir eiga sér stað fyrir mótið. Já. Það fór hann Aron Guðmundsson inn úr horninu og fær vítakast. Valdimar. Gerir sig líklega til þess að taka það. Og skorar öryggi. Þriðja mark Valsmanna, staðan 3-6. Það eru vera vel mættir í húsið alla vikuna. Við erum þetta að fyrsta fyrir 300 manns á sumum leikjónum. Það eru fáir í húsinu þessa stundina. Og öskra sem við heyrumst í eru fyrst og fremst hjá varamannabekkjum liðana. En ég reikna með því að húsið verið fullt hérna minnsta klukkan 4 þegar heimamenn Selfossi mæta Haugum. Vonandi líka klukkan 4. Aðvernaveringar frá Benedikti. Haugakast þarna á Valsmenn komir hraðaplöf. Anton leitar að Gunnari. Já, það var Haugakast. Tíu myndir linnar að þessu. Ekki marka munur. Valsmenn geta minnkað til 2 hér. Valdimar. Þetta Gunnari. Já. Það verður sátt ákvörð þarna hjá Þorkili Magnúsinni. Og svo hann reyndar slíkt sér svolítið leið þarna inn í teig. Aftur 1B sér Anton og leysir Aron. Valdimar dreifur út í horn og allt opnast fyrir Gunnar. Já, vel gert í Valsmönnum. Æða það út í vörðin F-fangarnir og skilur þessi stórkall. Tekja marga munur 4-6. Valsmenn koma hratt. Orri bjargar þessu þarna og Valsmenn halda sóknina áfram. Stillu upp og Orri hljóð út af. Anton kemur inn á. Allt klárt þess að leikurinn hefist en íbúið þurrka gólfið. Anton á auðvitað varing á Svíkir Átna. Valsmenn eru blöðsumboltan. Finnur Ríki Linni með 4-2 hérna. Vandræðgangur á sig hjá Valsmönnum og Valdimar með slagskotið fram hjá. Pálmar fljótur og góð boltanum í leik. Ásbjörn, Bogi. Bendit, hann fer ekki inn þarna. Og prófa þetta að lóka niður. Einn næri sér fangarnir.
Þannig að þeir sem eru að horfa geta stúdera það. Þorkell leysir. Það eru ekki spildu þannig, en Engar sér kemst Áspjörn í fínasta færi. Engar verður og dæmt auðvitað kast og gullskald á loft. Þetta myndur minnar, kemur kerfið aftur, Þorkell leysir og Hermann fyrir eitthvað aðgerðum leið. Bogi. Áspjörn á. Benedikt fyrir inn. Það eru kast. Höndum uppi og Áspjörn með skotið. Skorar sitt 4. mark og Ingvar Rósvaldur hérna við vörnina. Til að koma þessu skoti í gegn. Kemur Anton. Jájá, skotmarki honum að setja fram með síðunni og Sigri. Og boltinn allir í netinu. Ekki marka munur. Það komið vel. Þeir eru einhver rétt nefnilega hálnaður og hann fór að búast við því að liðin fara að skipta inn á varamönnum. Ragnar Ægisson er hérna í vörninni á valsmönnum núna, leikmaður nr. 2. Áspjörn, hann fyrir upp, á Ingvar mættur á hornið, vel varið. Og með 6 skot varinn. Byrti ekkert af því. Arnar. Það hefur fæsti skotið þetta fram hjá brotið á honum. Kerfið af stað, Gunnar kemur út. Arnar upp. Jájá, steinleikur á horninu á honum. Arnar Guðmundsson var að spila mikið hérna í fjarveru Ernis sem er meiddur. Ísmark munur, þetta er Teramika. 6-7. Það er 4 mörgum á 2-6, þannig að valsmenn aðeins að býta frá sér. Hermann upp. Já, heppinn að koma þessu netið. 6-8. Hópinn eru duglegir að ganga út í Valdimar í hraðablikunum, enda Viktor klókur leikmaður að finna opna félaga, stórhættulegur í seinni bylgjunni. Hér er hann. Já, skref. Hermann aftur, já, aftur upp í skotið og
Þetta steinleikur nefnilega í honum. 6-9, sem fljótmörk í röð hjá honum fyrir FH. Það er ekkert úr hraðablöpinu. Sem kemur inn á fyrir Óra. Arnar. Anton og Valdimar. Það er markið á Valdimar Hvannari Þórsinni. Stöngin inn. Var í skrifinu 7-9. Það hefur ekkert fyrir þessu drengurinn. Algjör listamaður þó hann spilir kannski ekki að hraðan handbolta. Farbátt að horfa að spila. Bogi með skot í samskeytin og Valsar að ná þessu. Valdimar. Það verður ekkert úr þessu. En Valsmenn getur komið þess aftur niður í 1. Allir leiknum jöfnum. Nú út að sé æfingamót á þess að það að hvort liði vilji hafa það á afreiðskránni sinni í vetur að hafa hafnaði næsta sæti hér. Spjald. Gunnar út, getur pláss fyrir Anton sem lendir í vandræðum, hermast til þessum bolta, Bogi ösku fljótur og skorar. Bogi Eggertsson skorar sitt fyrsta mark. 7-10. Tímundu til hálfleiks, 3 marka munur að fá í vil. Arnar. Svíkir hotni verður þetta Benedikt. Valdimar gerir vel þarna en góð sending hjá Benna á Hermann Björnsson. Skorar hér auðvitað 7-11. Þeir virtust vera búinir að loka á þetta en Benedikt gaf glúmuna fyrir aftan vörnina og þeir glimdu sér þarna vinstra megin í vörninni. Og getur gott mark að fá fyrir erfæðinga. 7-11. Valdimar. Já, Pálmar verður hérna frá Arnari. Skotið sem Pálmar verður. Allir húnar, já. Jón Karl með Ruðník þarna fyrir samherja sinn hjá Gróttu á síðast tíðanbili. Jón Karl og Þorlaugur voru báðir í liði Gróttu. Þorlaugur reyndar meiddist fyrir tíðanbilið. Við sáum hann hérna á Ragnarsmótinu fara á kostum með liði Gróttu í fyrra. Jónfróðar útsendingu okkar. Já, hérna kemur Vasilín Tjekakov. Hann er leikmaður erlendur breikkibróðir. Hann er á reynslu hér hjá Valsmönnum. Þótt ekki sína mikið í fyrsta leiknum en þá koma reyndar beint úr flugvélinni og svona sjáum við allir hér á eftir. Þetta kunni ekki örugglega meira í handboltann að syngja þá. Valsmenn eru
greinilega að leita liðstyrk fyrir tímabilið. Þetta mist nokkra bestu leikmennum tímabilsins og það við fyrra. Já, Pálmar verið þarna frákastið er Jón Péturs sem kominn inn á í horni. Jón Björgvin Pétursson segi ég. Skor sitt fyrsta mark. Svo spáðaðan byrja að skipta og kannski að hluta setninni reiknaði með hann. Þetta er Ísak Rafnsson kominn í vistarskiptunum í AF, leikmaður nr. 10. Bráðefnilegur piltur. Þetta dásamlega múllett líka. Við erum að gefa honum prigg fyrir það. Atli, já, einhver kom að selja sig og Atli kemur þessu alltaf vinnandi. 7-12, 5 marka munur. Nei, það er 8-12, örugglega tímir. Það er ískúlt að stæða töflunum uppi svo fólk verður ekki bara stól á rangar upplýsingar frá mér. Já, 4 mörg. Það er engin munur. Vildi fá ítökast þarna frá, já, fyrir samverða sinnum í Gróttu. Dómarinn Dolla. Við finnum aftur. Lipp Árásson kominn hérna, nr. 8. Já, hann döða fyrir hérna. Þetta var ótrúlega auðvelt. Punktsalega þarna í bóði Hermanns Björnssonar og Atli Bárusson. Minnkandi 3, 9-12. Hálf mínúta til hálfleiks. Ísak, Ásbjörn og Hermann. Hannu. Já, vel varið hjá Ingvari. Vasilín. Anton. Já, skil sem er þarna. Róa þetta bara niður. Það var runn út í sandinn. Anton, Vasilín. Orri Freyr Hjartalín kominn og hann er óskað sterkur og gerir þetta virkilega vel. 10-12. Grípur þessar föstu sendingu þarna mjög vel og þeir stoppa hann ekkert, hann er kominn boltan í krumlurnar. Ásbjörn, Hermann. Já, Benedikt. Það fá þetta stillum aftur. Benedikt heldur sinn á línunni, Ásbjörn. Já, vel skotið á honum. Það er fínan leik hérna, komið 5 mörg. 10-13. 4 mínútur til hálfleiks. Anton. Það leitar að Vasilín þarna, góða varnarleikur í FH. Finnur Orra eitthvað? Nei, það er ekki að grípa boltan. Sigur Árni, það var eitthvað lögutón í hann. Vasilín upp, þetta var afleitt alveg. Já, vel gert hjá Antoni að stela þessum bolta.
Jöfnur, nei, glóruleg sending, bolti hafnar hjá Orra og hann á stækt skot sem að Pálmar Þá kom FH engar. Þeir prófa þetta bara niður. Það aðeins fara að fjölga hérna í húsinu fyrir áhugasama. Að gera fyrir fólk líka að drífa sig í hús. Ísak. Engar verið þetta. Gott skotfæri. Anton. Vasilín með skotun á Atla. Í sendinguna var það. Það var svo sérstætt að mismælti sig bara. Það er mínútur til að hálfleiks, 3 marka munur. Hafsmenn fyrir stæðið að minga þetta hér í 2. Vasilín leysir. Finnur. Já, þetta ólulegu blokkering á Vasilín. Þetta voru... Já, ég tippa það að þessum mínútum sem við erum búin að sjá hjá mannunum að hann verði í næstu flugvél heim. Man sýnir eitthvað allt annað á æfingunni. Og ég er komin inn á aftur. Benedikt. Já, gott mark í honum. Skorað sér 3. mark. 10-14. Mínúta til hálfleiks. Flottur fyrirháleikur hjá FH-ingum. Það verður að segjast eins og er. Anton. Æsilegt mark í honum. Skorað sitt annað mark. 3 marka munur að hálf mínúta. Við regnum með leikli hjá FH-ingum fljótlega. 20 sekúndur núna eftir. Áspjöld. FH-ingum kast. Fer miðin á borðið vantanlega. Já. Leiklið tekið þegar rétt rúmlega 14 sekúndur eru til hálfleiks. Staðan 11-14. Kristján og Einar Andri geta teiknað upp eitthvað kerfi. Niður að ráðum sínum. Áhugavert að sjá hvort það FH-irnir eigi eitthvað kerfi á þessum tímapunkti sem að tryggir það að þeir taki skotið þegar svona 3 sekúndur eftir mesta lagi. Það var allt klárt. Í síðustu 10 sekúnduna rúmlega, já, sniður hjá valsmönnum, æð út í Áspjöld. Þetta er riðlegt leikurinn í FH. Já, en átt að sérna út í horninu eða hvað, nei. 2 sekúndur, þetta er orðið og seint, það verður ekkert úr þessu. Já. Staðan er hálfleik 11-14. FH vil gegn Val í leiknum 5. sætið hér á Ragnarsmótinu. Það er náttúrulega hérna á skjánum fyrir framann einhver, þannig að ég þarf ekkert að segja eitthvað það. Fyrir bara auglýsingar. Mér finnst bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur á ári með sparitilboði N1 og
Þú getur gert það líka. Skráðu þig á n1.is og sparaðu 20.000. N1. Meira í leiðinni. Samfilm kynnir frá Óskarsverðlaunaleikstjórunum Roman Polanski The Ghostwriter, spennumynd sem gagnrýnendur keppast við að lofa, ómótstæðileg The New York Times, meistarverk Roger Ebert, ávanabindandi The Rolling Stone, Pierce Brosnan, Ewan McGregor og Kim Cattrall. I know about you and the CIA. The Ghostwriter, frumsýnd 3. september í Sambíónum. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Hey, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Míla rekur fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi og tryggir fjarskipta, síma og afþreyingarfyrirtækjum öruggar dreifileiðir fyrir fjölbreytt samskipti og skemmtiefni. Þúsundir kílómetra af ljósleiðurum og kóparstrengjum Mílu tengja saman byggðir landsins og landið við umheiminn. Míla mikilvægur hlekkur í öryggis fjarskiptum á sjó, landi og lofti og stuðlar að heilbrigðum hjartslætti upplýsingasamfélagsins. Míla, lífæð samskipta.
Já, komið þið sælir eftir áhorfendur góðir. Við á Sport TV erum hér að sjálfsögðu ennþá alveg 11 FH14 í hálfleik hér í leiknum 5. sætið. Það er leiknum að forðast að lendi næsta sæti. Ágætis fyrri hálfleikur sem að FH-þar voru örlítið sterkari eins og staðan á töflunni sýnir. En seinni hálfleikur rétt að fara af stað og allt getur gerst náttúrulega. Bogi. Það leitar að ætla að brotið á honum og það fór auka kast. Áspjöld með fyrsta skotið í seinni hálfleik og það er framhjá. Drjúgur í fyrri hálfleik, markaðistur báðum liðum með 5 mörk. Anton. Marcelino hann með ágæti sending út í horn og Jón Björgvin Pétursson víðisfjari. Óvunulegt hjá honum á eftir að stilla miðið eitthvað fyrir tímabilið. Arnar Björnsson. Það var til að koma sér gegn þetta. Leksir Þorkell úr hægra horninu. Hermann. Ásbjörn og Atli. Jájá, Dalur byrjar hann og hann skorar. Fremur yngvari. Mark og 2 mínútur. Ragnar Ægjarsson líklega sem hefur fengið brottvísunina, ég sá það ekki alveg nógu vel. Þetta skoraði sitt annað mark, fyrsta markið sitt, hann er 11-15. Kristofar Vasilín. Anton með skoti stöngina og hérna var auka kassa. Vasilín tapar boltanum. Þetta er fyrir ræðast af höfnumorunum en það Hanna var ekki að fá þarna. Komið út úr hraðaflöfum hjá liðunum. Þetta var annar í bylginni. Það fáum það skota einhver mörk úr fyrstu bylginni í leiknum en lítið kom út úr annar í bylginni hjá liðunum og hvernig leikna sem við þurfa að fínpúsa mun frekar fyrir tíðanbilið. Bogi, Ásbjörn og Hermann. Stöngin og frákastið Þorkells og hann læti að vera fyrir sér. Já, þetta var 9. skotið sitt. Það er Þorkelsson meiddur og því er með réttfælda mann hann í hægra horninu. Það var verð. Vasilín með kast. Já, vítakastinu sem að Anton Rúnarsson sækir. Þeir eru auðvitað fram í Hermanni og Valdimar Fannar kemur inn á til að fara punktum vantanlega. Það er haltrand inn á. Valdimar skorar á öryggi vitinu. Þriðamarkið sitt annað á viti. Staðan 12-15. Valdimar markaðistur liði Vals með 3 mörk. Gunnar Harðarsson og Arnar Guðmundsson með 2 mörk hvor og Anton Rúnarsson líka 2.
Orri Freyr, Atli Bárusson og Jón Björgvin skoraði 1 mark hver. Það varð 9 skot í markinu hjá hann. Já, Bogi kastar boltanum út af þarna og koma hans menn Atli, Anton og galop ykkur orðum og línuna. Hann skorar sitt annað mark. Ingarandi 2-13-15. Á FH megin Ásbjörn Friðriksson, markahæstur með 5, Benedikt Kristjánsson, 3 líkt og Hermann Björnsson. Atli Rúnar Steinþórsson, 2 og Bogi Eggertsson og Sigurður Árni Ægisson með 1 mark hvor. Pálmar Pétursson varið 6 skot í markinu. Bogi á rauningur. Koma rauðfjöldið valsmenn. Anton. Sæðanleikur Árni Hermanni næstan fyrir fram að sér allan tíma og komum við fyrir hann. Til leiða markinu. Finnur Ingi Stefánsson inn á hægri-skiptuna. Þorleifur stoppar tíman. Þorleifur eitthvað að skipta sér af. Anton. Já, þetta er krísuvíkulegin í netið. 14-15, komið niður í 1. Ekki lengi að minka þetta. Stöngina, nær Þorkell, já, setur til hausinn á Ingvari, stekkur upp á öfuru lögðarna í horninu. Það er ekki svo auðveldan á skotið. Finnur ekki þar að nefnir hvað. Stefánsson er virkilega efnilegur handboltamaður. Hann jafnaði metið þarna 15-15. Misti á stóru hluta síðustu tímabils vegna meiðsla. Margar fengur í fyrstu deildinni árið undan og ef hann verður heill þá er það gríðarlegu fengur fyrir valsmenn að fengi hann. Hann mun reyna að fylla skarð Arnórs Þórs Málkvist Gunnarssonar sem að fara á brott fyrir atvinnumennsku í Þýskalandi. Það er ekki lítið skarð að reyna að fylla. Ásbjörn heldur áfram að finna leiðina í netið, komið 6 mörk. Kemur FH yfir hann í 15-16. Þetta er svona verið svona þessi leikir hjá FH í þessu móti. Byrjaði ágætlega og svo dalaðar líður á. Það er kannski ekki skrítið þess að það var stiltbyrjunna liður á í áhorfandaföllunum. En við skulum ekki glemma því að það vantar líka leikmenn í valsliðið. Erni er ekki með og Hlynur Sturla Ásgeirsson er undir kollanum að horfa á. Ekki langt í þessum menn svo sem, en þeir eru ekki með. Já, það var hérna Pálmarinn.
Einar Örn Guðmundsson, hann meðtur líka kom frá Víkingum. Líklega sem brákar rifbein, kemur í ljós á 50 með sagt. Já, Vasilín með skotið þarna, Pálmar varði frá honum. Já, Vasilín Tjekakov. Ekki heilla mig. Allt ósvöld þarna fyrir áspilnum, frábær markvarsla hjá Ingvari. Björgvin, já, kerur niður Hermann Björnsson. Ég þetta svona nettsnýrtina. Ég geta Valsmenn hérna munum, jafna metin segi ég aftur. Alla horfðarni, andlitið á fyrrum samherja sínum, Bæjaval og Gróttu. Engin brottvísun. Vasilín hérna reyna að finna sér eitthvað tækimyndar brottvísun hér á hvern áspjöld. Það verða bætur fyrir brottvísun sem ekki var áðan kannski. Þegar fundið fór í andlitið á Antoni. Anton var í 4-2 Vasilín línuna og beint út í stöðunum sinni en það fer á horrið boltan er frábær markvarsla hjá Pálmari. Hann línumæður að drifla boltanum á miðjum vellinum, það ekki mannlegt til árangurs og töpuð að fanga boltanum. Allir byrst afsökunar á því að það hefði verið að drifla hann eins og Kjáni rétt hjá honum. Kemur Anton. Finnur Orra en hann ekki að grípa boltan. Sem vikinn afleitja álmáttugur heyrðist mér Júlíus Jónasson segja. Já, 12 mínútur lennar að setja hálfleik en fá einu marki yfir. Þorkell komið hérna í hægri skiptuna, Hermann á miðuna og Ísak Rafnsson hérna í vinstra megin. Já, tapar boltanum með það, nei, Ísak Rafnsson hafði ekki valda á boltanum og fyrir út af innkast. Hópnum hérna Valsmenn, þetta komið að fanga sér í vandræði og þurfu tapar boltanum hann í staðinn bara. Og Björgvin og, já, Bindi dráttarfljótari en kasta boltanum frá sér, það er auðvitað kast. Og Björgvin sagði brotlegur. Karl og Dolli með þetta allt á hreinu hérna. Men en þá deilum þetta var bara aukukast og ekki því að segja en engu jafnvægi þar að kasta á þessu boltanum. Smáatriði bara. Rölugur. Já, Alli nær þessu bolta og setur þetta fram hjá það. Það er vítakast. Vasilín settir sér leið hann inn í teg hjá varnarleik sínum og réttilega dæmt víti. Þetta er fyrsta vítakast erfanga í leiknum og Ásbjörn Friðriksson fer á punktinn. Kloppar Ingvar og komið með 7 mörk. 15-17. Ásbjörn búinn að eiga þitt prýðilegasta mót. En það fá tapað hinnum sömuleiki sínum í mótinu líkt á Valur.
Gústa sem þarna út í horninu og gerir þetta vel. Annað markið hans, 16-17. Það er að gera í baki á valsmönnum þarna en sem oft er að leiknum þá kemur lítið út úr því. Það reynir þetta svolítið mikið að Hermann að fara inn á varnarmanninn. Ógnar skoti og reynir svo að fara innferð á Bogi upp, já, ágætlega gert í honum. Tekk pláss og kom sér í flott færi, 16-18. Það var í boltanum en færið allt og gott. Já, þetta er hálfleikur rétt rúmlega hálfnaður. Tveggja marka munur FH við Vasilínu. Pálmar verð þetta. Bindið, já, sendinguna hún. Það er boltinn út af, já, þetta var glærulegt svo sé ekki meira sagt. Þá koma valsmenn. Þá finnur ekki. Ég sportið hjá honum. Komin er í 1 mark aftur, æsi spennandi hérna 14 mínútur eftir. Valur 17, FH 18. Það eru valsmenn búin að skipta vörn. Reyna hérna framlíkjandi varnarleik eitthvað sem FH átti miklu vandræðum með í gær gegn Selfossi. Björn, já, hann fyrir lettra með þessu en tekur á mörg skref, fær kast. Já, hann klikkaði á að dribla bara og var komið fram hjá honum. Og ég stöngi inn og innkastið sem valsmenn eiga. Anton. Ekkert út af þessari seinni bylgju frekar en fyrir daginn í þessum leik. Allir úr hóttinu og þetta allt lokað þetta skotvíkillinn enginn. Sækir sér hérna eitthvað kast til þess að geta stilt upp. Þrír vinstriðis með því að vera áhuga sama. Hermann. Bogi. Áspilslu upp eftir allt og auðvelt. Hún með 8 mörk. Gríðilegu leikur hjá honum. 17-19. Ég hef reynilega ekkert fyrir þessu. Lítur ágætlu út hérna. Þegar innan mánuð er í mót.
Anton, já. Það þarna að hoppa. En bara 3 skrið segja dómararnir og telur þetta 4. markið hans Antonar. Komin í 1 mark aftur, 18-19. Bogi. Atli Rúnar. Mikið á Atla Rúnari á miðjunni hjá línunni segja hjá FH í vetur sem að Sigurður Ágústsson var fyrir því Ólafni að slíta krossbönd og verður ekkert með annað tímabil í röð vegna þessa og nú var þetta á hinum hinu þrátt fyrir að drengurinn hafi verið einstaklega samviskusamur við að æfa og hugsa vel sig og sem fróðleik sá þetta sömu meiðsli og síðstæðarsletti síðar í herði eitthvað staðar og spurning hvort þetta sé bara eitthvað genatíst hjá strákreiðinu. Skelfileg tíðindi fyrir hann og FH líka. En FH hér einum fleiri, næstu 2 mínútur. Það með sendingur út í horn, verður ekkert í þessu. Já, það fyrir Benedikt en einbeitingin ekki alveg til staðar og missir boltann út af. Farin að hugsa þvert í netið en alltaf að setja boltan á hann og greipa hann. Það kann ekki góður lukkastýra. Þannig að hún reyna að valsa með vantarlega að spila eins og langa sókn og þau komast upp með. Finnur í hægri skiptinu, Jón Björgvin í horninu. Anton. Gunnar Harðarsson. Hinn í horninu og hann var á leiðin inn á línu þegar Jón Björgvin fylgdi sig bara leið í gegn og skorar þetta líka fína markið. Stönginin. Búinn að stilla byssuna frá því að það 19-19. Pálmar Pétursson út á Daniel Andersson fyrir markið. Gafhæfingum sem eru hér í sókn. Bogi, Ásbjörn og Hermann. Jæja, bara fótur, horrið. Vel gert í Orra. Ja, vel gert í honum, illa gert í Hermanni. Tekið pitt. Valur á boltan 9 mínútur eftir og staðan jöfn. Geta komist yfir í fyrsta skipti síðan í stöðunni 2-1. Eftir 1 mínútu og 37 sekundur yfir manngerið. Atli. Jæja. Þeir eiga boltan að vanga hérna Daniel Havaria. Bogi. Ásbjörn að stoppið Þorkell. Nei, það er ekki gerðsóðan með hann í vasan. Fjórðung skota sinna hefur hann varið frá Þorkalli. Hann Ingvar. Komið 12 skot varið. Já, 8 mínútur eftir að leiknum, staðan jöfn 19-19. Finnur Gunnar, nei, hann er ekki að grípa boltan, það er þetta aukastið. Það braut sig ekki á honum. Já, Valsmenn skipaði fyrir áfarminn á línunni. Valsmenn eru einum fleiri. Nei, ruglar tímir að jafnmargir lið. Finnur missir boltan og til Gunnars. Og hvað? Já, hann fær auðvitað. Valsmenn vildi fá víti, en Fáingur vildi fá ekki neitt. Það saman er leist með aukakasti og það þurfkar Svetan til að róa menn niður.
Finnur. Já, Daniel ver þetta. Skor ekki fyrir og Benedikt nær þessu. Og skorar. Benedikt skorar sitt 4. markið úr hraðaflutinu. Og kemur FH yfir á 19-20. Já, Valsmenn fengu þarna 2 sóknir til þess að komast yfir. Nýttist ekki og eru aftur komnir undir. Gildi það aldrei vera leikurinn 5. sætið er framlendur. Já, langur bolti fram á Benedikt, hann nær honum, lína. Já, þetta tiplatna sem Anton komst upp með. Jón Björgvin. Enn fyrir Daniel. Og einn það ætlar að fá sér marka til að koma inn og búinn að verja, hvað? 3 skot. Nei, 4 skot. Gleymd að skrá einn. Mindur til leiksloka. Ná, Valsmenn hérna með þetta ný. Vasilín. Hann þarf að gera þetta sjálfur. Þetta er vægasatt lélegt. Bogi eitthvað tæpur hérna biður skiptingu. Stórkastar ættum Bogi Eggertsson og svona eitthvað fengar sér hérna Ísak Rafnsson kemur í skiptuna. Ásbjörn Hermann. Á, gott skot hjá honum. Það er hérna 2-3 mjög góð skot í þessum leik og með 4 mörk 19-21. Fimm mínútur til leiksloka. Það var að vera minga munum hér. Ætlið sér að fá út úr þessu. Það var kast. Finnur Ingi, glæsilega gert. 3. markið hans, 20-21. Jájá. Það er eitthvað spennið eins og það er ekki spurning. 4:10 til leiksloka. Ísak. Það er flugbraut þarna en skotið ekki gott. Það gera Valsmenn. Vasilín. Anton. Já, góðu varnarleikur Hermann í Björnssoni. Finnur út í horni á Jón Björgvin. Vel var í hjá Daniel Andresinni. Frábær innkomi hjá hann. Kom með 5 skot varinn. Já, ég veit ekki hvað. 4-5 mínútum. 1 mark fengi á sig. Já. Amalega innkoma. Fyrir 20 eftir að venjulega leiktíma hér. Hermann. Stöngin. Valsmenn fá boltan. Gunnar Harðarsson, já. Og svo ég segi, línumenn ekki að fá boltan á miðjum vellinum. Hann er dæmdur á honum. Allir klókur að sjá þetta. Kannski lítið en munum refsast fyrir þetta. Já, það þarf að þurrku væna bleitu hérna mönnum sem eru búin að spila í 57 mínútur. Já, komum við þurra moppu. Þetta er náttúrulega geggbleita þessa 17 á honum alla.
Komaði staðatur, Ísak á miðunni, Hermann, Ísak og Ásbjörn. Þetta var vandræða lítið í honum. Gott mark. 20-22. Anton, svarar strax. 5 mörk með honum. 21-22. Það er á 10 til leiksloka. Marker ekki með þægilega stöðu, Ísak. Þetta verja frá sér og Jón Björgvin. Hann skoraði Harðingi. Jafnar metin. Þessi með 3. marki, 22-22. Já, vondangurinn hérna hjá Kjúklingum í FH-liðinu og honum er skipt út af. Og ég er búinn að verna sig að fá ábyrningu. Já, ekki mannlegt til Lára Gauðs en ef okkar halda boltanum. Hartmann og geta gert þetta á beðandi því á hodninu og að flauta og þetta taldi náttúrulega aldrei. Já, hann var ekki sáttur við þetta en svona er þetta stundum. Það þarf að þurrka dúkinn hér í Selfoss höllinni. Það sé þess að vera þessi leikmenn sem er búin að spila allan leikinn er æði þreytulegir og vonlega þeirra vegna þetta var ekki framlengingu. Já, 2 mínútur á Orra með Hjaltalín þegar 58 sekúndur eru eftir að venjulegum leiktíma hér í leiknum að lenda ekki neðsta sæti Ragnarsmótsins. Já, það var FH að nýta sér það hér. Það var ekki nýtt sér liðsmunum vel í þessum leik, þessi 3 skipti en það hafa verið einu fleiri. Það var bara ákveðið að vanta Ásbjörn sjá þetta. Þetta er náttúrulega maðurinn í þessu liði í dag. Það er bara þannig komið 10 mörk, 22-23. Og Valsmenn þurfa jafna metin hér, það er ljóst. Anton. Já, Vasilín skildi hann ekki skora. Jú, Vasilín skorar. 23-23. Það var þá aldrei. Maðurinn gjörsamlega að fara hamförum í vitleysunni hér í leiknum. Skorar þetta líka mikilvæga mark. Já. Já, það skildi aldrei vera en við fengjum framlengingu hér í leiknum 5. setið. Það er skipalengjindur mótsins. Það getur rosalega spennti verið því, ég ljósi þess að næsta leikur að hefði klukkan 2. Áhöröndu vilja náttúrulega bara hafa eins mikinn handbolta og mögulega hægt er og fá þetta tvíframlengt í bráðabanna eða vítakeppni, hvernig sem það er í þessu móti. Já, álega þá er 10 sekúndur eftir. Ásbjörn, Atli, það er vítakast, já, vítakast og búið. Það er nefnilega það. Þau eru til framlengingu og ekki verður FH í 5. seti. Valur í 7. Það kemur í ljós eftir þetta vítakast hjá Ásbjörni Friðrikssyni. Getur skorað sitt 11. mark.
Vítabaninn Ingvar Guðmundsson í markinu og Ásbjörn skorar að áður ósögu öryggi. 23-24. Ég fari niður í viðtöl, Geirhildur þar. Komið ljóð. Einar 5. sæti í þessu móti sem við unnið í fyrra. Þetta er náttúrulega gríðarlega vonbrigði, ekki? Alveg rosalega mikið vonbrigði. Nei, við erum kannski ekki alveg á samanstað á hinliðin og varandi mannskap, margir metir hjá okkur og við erum bara með okkar markmið fyrir þetta mót og Það er að vinna mótið vantarlega? Það er að vinna mótið en svona öðru leitið þá erum við líka að vinna í öðrum hlutum og við fengum margt mjög gott út úr mótinu en kannski svolítið fámennir í 3 leiki á 3 dögum. Það kom í ljós í lokinum, ég veist menn voru æði þreytir. Já, með svona 4 leikmenn sem eru að spila 60 mínútur alveg út í gegn, þannig að þeir spiluðu bara mjög vel og bara nokkuð satt við þetta mót. Það sem fólk vil vantarlega vita er hvað eru strákarnir sem eru ekki með? Þeir eru bara að æfa upp í kriga núna, þeir eru bara að vinna í sínum meiðslum og vonandi þurfum við að sjá meira af þeim. Það er mismunandi meiðsli í gangi og mislangt í menn. Reiknar með að fá það alla inn korteri fyrir mót eða er það dettin í næstu æfingamót? Við vorum það er erfitt að segja. Næstu æfingamót þá fáum við vonandi 2-3 leikmenn inn og síðan bara svona hægt og rólega. Kannski segja sem minnst bara, það er minnsta ábyrgð. Við bara erum að reyna að fá menn heila og þeir kom bara klárir. Takk fyrir þetta Einar. Og Júlíus Jónasson, þjálfari Vals. Júlíus, er ekki staðan þannig að þegar Valsmenn lendi í næsta sæti á æfingamóti að ef fyrirverandi stjórn knattspyrnudeildar Vals væri þá væri byrjað að tala við Viggo? Nei. Ég ætla ekki að fara að blanda því máli við þetta æfingamót hér. En enga síður auðvitað erum við ekki sáttið við að vera í þessari stöðu. En við erum náttúrulega með nýtt lið, algjörlega nýtt lið og þar er ekki með marga í meiðslum og ekki með fullmannalið og erum bara móta okkar leiku. Þannig að við meðum ekki taka þessu allt og alvarlega, þetta er samt ekkert endilega það sem það hefði óskað sér. Þetta sýnir kannski að þið eigið töluvert langt í land og að mikið sem þurfa að vinna með? Já, ég held að það er ekki bara með okkur, það eru, liðin bara ef við tökum þessi lið á mótinu, eru mislangt komin og þannig að ennþá ágætist tími í mót en það var svo sem ekkert svo á verðinum, samt sem áður. En það var bara að nýta tíman og koma liðinu í stand fyrir fyrsta leik. Þú vilt ekki bjóða upp á afsökunum að þessi mjög þungu prógrami? Ég held að allir viti það hvað er að gerast hjá bæði okkur og öllum liðum. Það er bara, ég held að það sé bara sama dæmi sem er allstaðar. Þannig að það er hálf auðmikilegt ef maður kemur með það. En fyrst þú nefndir að það var rétt? Nei, ég er ekki bara Þannig að það eru nokkru menn utan allar Ernir og Hlynur Mortens og einhver Einar Örn er langt í þessa menn? Nei, vonandi ekki. Það er náttúrulega, við erum að vonast eftir að Ernir verði klár fyrir fyrsta leik. Veit ekki alveg með Einar Örn, það eru vantarlega bara okkar rifbein og það tekur einhverjar vikur. Bubbi var aðeins byrjað með okkur, var bara svona rúmlega á hálfri löppinni núna í gær og í fyrradag. Þannig að það er vonandi séu frekar dagar eða frekar en margar vikur. Það getur verið vika halvu mánuði samt sem áður. Og þetta Stulla líka, við ekki glemma honum. Já, hann er kannski sá sem er minnst skaður, ef við getum orðað þannig. Við tókum ekki séns á hann bara helgina. Allir frekar að nýta hann næstu helgi og vonandi gengur það eftir. Er það ekki rétt að ykkur? Takk sem veist. Já, spurning hvort maður hlaup ekki við markaskoruna í einingurennum. Hjá FH var markaðistur Ásbjörn Freyriksson með 11 mörk,
Benedikt Kristjánsson og Hermann Björnsson með 4 mörk hvor, Atli Rúnar Steinþórsson og Bogi Eggertsson 2 mörk hvor og Sigurgeir Árni Ægisson 1. Pálmar Pétursson varði 12 skot í markinu og Daniel Andersson var frábært að koma inn að hérna í lokin og varði 5 skot. Anton Rúnarsson var markaðistur af Val með 5 mörk, Valdimar Fannar Þórsson með 3 líkt og Jón Björgvin Pétursson og Finnur Ingi Stefánsson og þeir Orri Freyr, Atli Bárusson, Gunnar Harðarsson, Arnar Guðmundsson skoruðu 2 mörk hver og svo Vasilin Tjekakov 1. Í markinu varði Ingvar Guðmundsson 12 skot en hann stóð allan tíman. Við komum með næsta leik klukkan 2, það er HK Fram 3. sæti, ekki fara langt. Mér finnst bara mjög smart að spara. Ég spara